Gallabuxur í flottu úrvali. Þátturinn í boði Jóðum Jóð. Já, komið sæl og velkomin í taktíkina, íþróttaþátt landsbyggðanna. Í þessum þætti ætlum við að byrja á að fjalla markmiðasetningu og til mín í settið ég komið með hann Sigþór Gunnar Jónsson. Velkomin. Takk fyrir. Þú ert leikmaður KA og yngri landsliða líka. Já. Og þú hefur mikið verið að velta fyrir þér markmiðasetningu. Ertu aðeins til að segja okkur frá því? Það er rétt, já. Ég náttúrulega nota mikið markmiðasetningu bara í öllu sem ég geri. Það er náttúrulega að maður setur sér markmið bara í íþróttum, heima, í skólanum, í vinnunni, fjármálum og öllu svona. Og þetta náttúrulega byggist allt bara á draumi, eða skilur. Maður setur sér markmið við hvað mann langar að gera. Og svo hef ég verið að kafa aðeins dýpra ofan í þetta eins og með langtíma markmið og skammtíma markmið og hvað einkenni góð markmið og svo leið, sko. Setur þér þá háleit langtíma markmið og svo minni markmið svona á leiðinni? Já, það má segja það. Langtíma markmiðin eru svona stór og svo eru skammtíma markmiðin svona lítil, svona eitt skref í átt að langtíma markmiðin. Langtíma markmiðin, hvað er þau langt fram í tíman? Er þetta 1 ár eða erum við að tala lengri tíma? Það er náttúrulega bara mjög mismunandi. Ég er náttúrulega með í rauninni mörg langtíma markmið og svona stóri draumurinn er kannski svona 10-15 ár jafnvel. Og svo er ég líka með langtíma markmið sem að ná bara hálft ár fram í tíman. Þannig að þetta er alls konar. Tekur þér einhvern ákveðin tíma til þess að setja þessi markmið? Er þetta áramótin fyrir nýtt ár eða gerur þetta reglulega yfir árið? Já, það er náttúrulega aðalega bara þegar eitthvað svona byrjar. Eins og nýtt tímabil, þá setur maður markmið fyrir tímabilið. Nýtt ár, þá setur maður kannski markmið fyrir fjármálin. Ný önn, þá setur maður markmið fyrir skólan. Þannig að það fyrir alltaf eftir því. Akkurat. Skrifar þessi markmið niður eða hvernig heldur utan um þetta? Já, ég skrifa niður. Bæði gott að hafa það í símanum og blaði bara. Og svo er maður alltaf með þetta í hausnum, sko. Og þetta hvetur mann áfram náttúrulega til þess að líka sjá hvert maður vill fara, sko. Akkurat. Er ekki svolítið öðruvísi að setja þessi markmið á íþróttavettvangi eins og fjármálavettvangi eða, þú veist, er þetta alltaf mjög svipað hvernig þú setur í markmiðin? Sko grunnurinn er náttúrulega í raun svona sami, sko. En jú, þetta er náttúrulega ekkert það sama, samt. Og maður fer náttúrulega allt aðra leiðir að ná markmiðunum. Og það er náttúrulega miserfitt. Og eins og íþróttunum, þú náttúrulega, maður er liðsíþrótt og maður setur sér bæði einstaklingsmarkmið og markmið fyrir liðið en eins og fjármál og skóla og svona, þá byggist þetta bara á þér, sko. Já. Hvenær byrjar á að setja þér markmið? Er þetta bara þannig einhvers staðar í yngri flokkunum, eða? Já, þetta örugglega í svona 8. bekk. Ég hef alltaf líka verið með háleit markmið í skólanum, sko. Standum vel þar, þá alveg, já. Og þegar þú setur þessi markmið, þetta ungur, er þetta til þess að halda þér við í íþróttunum eða hvað verður kveikjan að því að þú ákveður, ok, nú verð ég að fara að setja með markmið? Já, það er í rauninni þessi draumur, sko, að vera atvinnumaður eins og í handbolta. Ég veit ekki hvað ég verið gamall, bara örugglega 10, 12, 13 ára. Þá, fekk maður svona bara, mig langar að vera atvinnumaður í handbolta. Og þá fór maður að afla sér meiri þekkingar og fá ráð frá þjálfurum og setja sér markmið og allt svona til þess að komast nær því. Og núna er þetta að fara að vera með fyrirlestur þetta, markmiðasetningu. Þetta er þá bara fróðleikur sem þú ert búinn að safna að þér bara, já, einmitt frá þjálfurum og þessum í kringum þig. Akkurat. Og ert núna farin að segja öðrum hvernig þeir eiga að setja sér markmið. Hvernig á maður að setja sér markmið? Sko, þú náttúrulega, að mikilvægast er að skrifa þau niður til þess að hafa þau sýnileg. Og þau verða líka að vera skýr. Af því að ef þú setur bara eitthvað markmið og þá náttúrulega kannski hjálpar það ekki neitt ef það er ekki skýrt og greinlegt, sko. Og það er mjög gott að hafa tímasett. Það er náttúrulega mismunandi eftir markmiðum, stundum bara getur ekki ákveðið tímann en það náttúrulega setur á þau pressu, sko. Og það er gríðarlega mikilvægt að þau séu hvetjandi. Já. Það náttúrulega auðveldar allt, allar ákvörðunartökur og allt svona, sko. Allar fórnirnar og allt það. Er þá ekki einmitt þessi skammtíma markmið á leiðinni svo mikilvæg að þú ert að sjá að þú ert að ná markmiðunum? Já, akkurat. Í staðinn fyrir að setja þig kannski bara eitthvað eitt stórt markmið, ég ætla að komast í landslið og svo ertu alltaf að keppast að því og þú nærði aldrei, það er svo rosalega háleit. Akkurat. Já, þú verður einmitt að setja þér fullt af skammtíma markmiðum og það er líka svo frábært, gefa mönnum svo mikið kraft alltaf að ná einu markmiði. Já.
Og eru þessi markmið þá eins og bara fyrir hvern og einn leik eða setur það fyrir hverju eina æfingu hreinlega? Já, ég hef ekki farið svo djúpt sko að taka hverja æfingu, en maður setur sér alltaf markmið fyrir leik og kannski fyrir viku og þú veist, allt svona, æfingar, mataræði, þú veist. Og þetta hefur skilað þér árangri? Já, þetta hefur gert það. Ég er bara ánægður með hvar ég er núna og stefnið ennþá hærra. Þú ert byrjaður að spila fyrir yngri landsliðin og myndirðu segja að þetta væri svona ákveðin lykill að því að þú komst þangað? Já, það má alveg segja það. Ég held það. Og næsta skref er þá A-landsliðið eða hvað? Já, A-landsliðið eða atvinnumennska. Það er náttúrulega, maður stefnir hátt sko. Það eru svona stærri markmiðin. Ertu til í að fjúpa eitthvað svona einhver önnur markmið hjá þér núna? Já, ég er með markmið fyrir sumarið að halda mér inn í landsliðshópnum og komast á HM á Spáni með U21 landsliðinu. Og hvernig brýtur þessi markmið niður ef þú gefur okkur eins dæmi? Ég er bara til dæmis, þá er ég að fara á æfingar í þessari viku með U21 landsliðinu og svo náttúrulega bara markmið að gefa allt í það og komast í næsta verkefni og komast á í æfingahópin fyrir sumarið og komast át og svo náttúrulega setjum maður sér markmið á mótinu og svona. Þannig að þessi fyrirlestur sem þú ert með, það sem þú ert að kenna fólki að setja sér markmið, að setja eitthvað fordæmi fyrir það, þetta er ekki bara það fyrir íþróttir, það eru allir sem getur komið og... Já, algjörlega, það er nefnilega þannig sko, og fólk það eru allir að setja sér markmið þótt að þau bara taka ekki eftir því sko. Þau eru með þetta inn í hausnum og eru alltaf að vinna að því sko. En svo er eitt einmitt þess að þú segir sko, að setja sér markmið sem einstaklingur, það er allt annað heldur en að setja sér markmið fyrir lið. Já, akkurat. Og það er auðveldar í raun fyrir þig sjálfan að hafa stjórn á því hvernig þú nærð markmiðinu sem einstaklingur. Akkurat. En það er kannski erfiðara fyrir liðið. Liðið verður að setja sem markmið saman, ekki satt? Þú getur ekki sett þér markmið fyrir liðið. Nei, ég get ekki gert það. Það er liðið náttúrulega einn heild sko. Og það er mjög mikilvægt að allt liðið sé að stefna á sama markmiðinu. Þetta er svona árangri. Og við tökum bara sem dæmi eins og liðið sem þú spilaði fyrir núna á síðasta tímabili sem er KA. Það var að gera þetta, setja sem markmið. Já, við settum okkur markmið í tímabili og það var að halda okkur uppi og það tókst. Það tókst? Já, til hamingju með það. Já. Næstu markmið þar, veistu hver þau eru? Stefnan er bara sett hærra held ég. Já. Það er allan örugglega úrslitakeppnin fyrir þá næsta tímabil. Ég hef ekki trúið öðru. Það eru mjög mikill metnaður og hálita væntingar í KA. En svo er þetta einmitt, sko, markmiðin þau geta skarast líka eins og þú setur markmiðin í náminu líka og þau kannski leiða þig eitthvað annað heldur en að íþróttin er að leiða þig. Þú þarft svolítið að leiða þessar leiðir allar saman. Já, það er rétt. Og maður verður náttúrulega bara að forgangsraða sko. Maður hafa eitthvað í fyrsta sæti. Já, þannig að núna þá stefnir þú að fara suður í nám. Já, ég er að fara suður í háskóla. Já, og þá þarf einhvern veginn að íþróttin að fylgja því. Akkurat. Ef við tökum bara svona ráðleggingar hérna út í loftið til þeirra sem eru að horfa, ungir, hvenær er að byrja á þessu, að setja sér markmið? Bara sem fyrst, bara núna, ef við erum að horfa. Það held ég. Alveg bara þótt að við tala 5-6 ára bara? Já, og eins líka, já, þú veist. Já, ég var örugglega bara einmitt sko, 10 ára þegar ég fór sko að byrja að taka eins og aukæfingar og svona heima og þú veist, þetta er allt bara þótt maður hefði ekki skrifað niður og þannig markmið sko, þá náttúrulega, einmitt, sett maður sér markmið líka skora ákveðin mörg mörk á móti eða í leik og þú veist, þannig já. En var það þá sko þjálfarinn sem að kom með þetta til þín, einhver hefur svona ýttir aðeins eða voru foreldrarnir eða? Það má segja að þjálfarinn hafi svona kveikt þetta. Hvaða þjálfari var þetta á þessum tíma? Jói Bjarna. Jói Bjarna. Hann svona kveikti eldinn, má segja það. En svo er þetta margt líka, það er ákveðið markmið, en hvað gerur annað líka? Þetta snýst sko náttúrulega mataræði, næringu, auka æfinguna. Akkurat. Hvernig skipuleggur þig? Ég er með dagbók og svo er ég náttúrulega allir með símann og dagbók í honum. Og svo er þetta eiginlega bara ákveðin rútína sem maður fer eftir sko. En það er náttúrulega engin vika eins og maður bara reynir að ná sem mest út í hverju viku. Ná sem flestum æfingum á þess að vera sko skemma fyrir sér og maður náttúrulega ekki vera mikið. Og náttúrulega borða bara bæði eins mikið og maður getur og vel og sofa vel og allt svoleiðis sko. Og svo náttúrulega er andlegi þátturinn mjög mikilvægur líka, rækta hann. Já, þannig að þú þarft í raun að setja þér markmið á öllum þessum sviðum. Já. Þannig að líka eins og á andlega þættinum. Já. En svo þetta sumir í því, sko, þegar þið ná markmiðinu, hvað gerir ég næst? Sérstaklega þegar þú setur þér háleit markmið, ég ætla að komast í æfingahóp hjá yngra landsliði og svo setur þið markmið, ég ætla að komast í A-landsliði, svo ertu komin í A-landsliði, hvað gerir ég svo? Er það ekki toppurinn? Þannig að þá þarft einhvern veginn að finna þér ný markmið samt. Já. Þú náttúrulega gæti þá bara farið að einbeita betur á félagsliðinu
eða setja þá eins og einstaklingsmarkmið í landsliðinu eða þá bara byrja að hugsa lið. Akkurat, þannig að það einhvern alltaf hægt að finna sér eitthvað annað svið. Já, ég held að það sé alltaf hægt að fara aðeins hærra, sko. Já. Og í raun bæta sig þá einmitt líka sjálfan í einhverjum þáttum. Það engin fullkominn þá sé komin í A-landsliðið. Nákvæmlega, þótt setja í A-landsliðinu þá kannski þarf að bæta úr liðin eða fótavinnuna eða í vörn eða það alltaf eitthvað, sko. En eins og með þjálfarana, gerur þetta í samráði við þjálfarana hjá hverju liði eins og hjá KA núna? Þín einstaklingsmarkmið seturðu bara sjálfur í einrúmi eða ertu að gera þetta með einhverjum öðrum? Nei, það svona bæði og, sko, svona blanda. Maður náttúrulega setur sér markmið sjálfur, sko, en svo maður líka í samræði við þjálfarana að setja sér markmið eins og það þá aðalega á vellinum sem maður í samræði við þjálfarana. Já. En svo náttúrulega svona mataræði og allt svoleiðis, sko, svefn og heilsan og allt það, maður meiri því sjálfur, sko. Er það ekkert hættulegt að segja þjálfarana, ok, ég ætla að ná í þessum leik að skora 10 mörk, er það ekki þjálfarinn svolítið að fylgjast með markmiðinu og gefur ekki svolítið færa þér til þess að láta skamma þig? Jú, það má alveg segja það, sko, en maður alltaf gerir bara sitt besta. Já. Það alltaf ætlast til þess. Akkurat. Sigþór, takk kærlega fyrir komuna í settið og kynna fyrir okkur markmiðasetningu. Takk kærlega fyrir mig. Við ætlum að taka okkur smá auglýsingar hér, það verður stutt, ekki fara langt. Komdu og sjáðu vorlínuna frá Bertoni. Þátturinn í boði Djós.